Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag. Varstu velkomin í þátt númer, þetta ekki þáttur 12? Ég held að þetta sé 12. þátturinn. Já, einmitt. Þetta gerist svolítið hratt. Mér datt í hug að tala eitthvað sem að það jafnvel bara að segja frá einhverju sem að ég segi nemendum mínum mjög oft frá. Og það þá fallbeygingar og þá hvernig Íslendingar læra fallbeygingar sem aðeins öðruvísi heldur en við kennum útlendingum fallbeygingar. Þetta eitthvað sem ég hef rekist oft á, að það mjög erfitt að kenna fólki, jafnvel bara yfir höfuð, hvernig fallbeygingar virka. Af því að lógíkin ágætlega flókin. En þegar að Íslendingar að læra fallbeygingar, þá þeir það ungir að þeir ekkert að spá í lógíkinni endilega. Af því við erum að læra öðruvísi, af því við erum börn að læra móðurmál. Bara fyrir samhengi þá eru fallbeygingar kannski orð sem að margir gætu líka tengt við föll eða ákveðið fall. Þetta case eða case endings á ensku. Föll eru ágætlega algeng í tungumálum. Þau finnast víða, bæði í slavneskum málum og í germönskum málum. En þau eru ekki víða í rómönskum málum. Það til að mynda ekki í ensku. Og það þá ákveðið vandamál þegar að einhver útlendingur ætlar að reyna að læra mál sem að hefur föll í sér og kann kannski ensku sem sitt annað tungumál, þá hefur það ekki beint neitt að bera saman við í málinu, af því að íslenskan og enskan þá þetta ólík í þessu tilfelli. Þú getur ekki notað sömu frásagnar lógík á íslensku og á ensku. Þannig að ensku skilningurinn þinn ekki að fara að hjálpa þér í því að fallbeygja. Fallbeygingar virka þannig að nafnorð eða lýsingarorð og jafnvel sum atviksorð, í rauninni hvaða orð sem að ekki sagnorð, gæti breyst og verið með aðra endingu á sér eftir því hvar orðið birtist í setningu eða vegna annarra orða sem að eru nálægt orðinu sem ræðir, eða að einhver önnur orð í setningunni breyta þessu ákveðna orði og valda því and cause að fallið á orðinu öðruvísi. Þetta hljómar eins og þetta gæti verið mjög einfalt. Til dæmis væri hægt að kenna útlendingum á það að þú þarft bara að vita hvaða forsetningar, prepositions, búa til hvaða föll. En það ekki nógu einfalt eða öllu heldur, því miður tungumálið aðeins flóknara en það. Því jú, það eru alveg til forsetningar sem að valda alltaf ákveðnu falli, eins og til dæmis orðið about. Það alltaf að fara að búa til þolfall og frá býr alltaf til þágufall og síðasta sem ætti telja upp þarna til, to, sem að alltaf að fara að valda eignarfalli. Það eru dæmi orð sem að valda alltaf sama falli, en svo eru mjög algeng orð til sem við notum mjög oft og mikið sem geta valdið mismunandi föllum eftir aðstæðum. Og því miður eru skýringarnar og dæmin það
Ekki eitthvað, já, ef það er svona orð á undan því, þá er það að fara að vera svona. Og ef það er svona orð á undan, þá er það að vera þessi hinn máti. Það er flóknara en það, því það þarf að meta hverjar eru kringumstæðurnar í fullyrðingunni, í setningunni. Sem dæmi um þetta eru forsetningarnar í, inn, á, on, undir, beneath or under og yfir, above. Þessi 4 orð og 2 þeirra, þá á og í, eru mjög algeng orð. Þau eiga sömu reglur sem að gilda sig, en það tengist ekkert orðum eða birtingarmyndum orða eða, hvað maður að segja, tíðin sagnorðsins eða eitthvað. Það hreinlega felur í sér þessa reglu. Ef að í þessari setningu sem þú ert að segja er verið að lýsa einhvers konar breytingu á ástandi eða til dæmis hreyfingu, að einhver fari frá einum stað til annars, þá valda þessi 4 orð þolfalli. Ef að það er engin breyting, þá er það að fara að vera þágufall. Tökum eitt dæmi hérna, sem að væri eins og til dæmis að setja á stól. Þú getur sagt, maðurinn situr á stólnum. Ok, stólnum, þetta er þágufall. Af því það er engin breyting innan setningarinnar. Það er engin ástandsbreyting. Hann er bara þarna. Það er engin hreyfing. Hann er kjur og bara situr á þessum stól. Stólnum, þetta er orðið þágufall. Notum sama orð. Hann settist á stólinn. Þetta er orðið þolfall. Orðið á breytti falli. Orðið stóll þurfti að breytast af því það kom á undan því. En hvaða fall það í rauninu var, fór eftir samhenginu í kringum orðið. Vegna þess að það var ástandsbreyting eða hreyfing í einni setningunni en ekki hinni, þá urðu til 2 mismunandi niðurstöður. Þetta er alveg flókið. Og svo þarf líka að læra og mynda sér lógísk kerfi fyrir það hvaða sagnorð valda hvaða falli. Og það verður næstum því bara eins og orðaforðaæfing, að bara læra að þetta sagnorð býr alltaf til þágufall eða býr alltaf til eignarfall. Eins og, hvað maður að segja, fyrsta sem við dettur í huga bara, eins og að drepa, to kill. Ég drep manninn. Þetta orð er í þolfalli, þannig að drepa býr alltaf til þolfall. Þetta voru 3 orð saman, það er engin forsetning, það er bara ég, persónufornafnið ég, þetta sagnorð og svo annað nafnorð sem að er í öðru falli. Þannig að það eina sem að getur verið að breyta þessu orði er sjálft sagnorðið og that's it. Og þá þarftu að læra þetta fyrir hvert einasta orð og þá er þetta orðið ógeðslega erfitt og ógeðslega mikið. Sem betur fer er ekki öll von úti. It's not all hopeless. Því að föllin sem að við notum og tölum skýra sig sjálf. Það er þá nefnifall, the naming case. Þar sem að ef þú ert bara hreinlega að taka fram hvað eitthvað heitir eða að eitthvað sé þetta, þá er það bara að fara að vera áfram nefnifall. Það er grunnurinn, en svo kemur á næsta sem er þá þolfall, victim's case, enduring case, sem að á ensku heitir accusative. Ég drep manninn. Maðurinn er að þola það, að láta það koma fyrir sig án þess að hann endilega vilji það að hann sé drepinn. Ég skil að þetta er ágætlega furðulegt dæmi sem að ég tók. Það var hreinlega bara það fyrsta sem að mér datt í hug. En hann er þá þolandi þess. Ein þýðing af þolandi er victim og einhver sem er drepinn er klárlega victim, fórnarlamb. Þannig að hann þolir það. Hann er þolandi og þess vegna er þetta orð að drepa einhvern alltaf að fara að láta einhvern þola það að verða fyrir gjörð sagnorðsins. Þannig að það er hægt að láta það make sense. Þolfall er einhver sem er þolandi. Eitthvað sem að kemur fyrir einstaklingin.
Ef að þú skilur það sem ég að segja, þá ertu örugglega komin ágætlega langt með að skilja föll eða allavega átta þig á því hvernig þau eru og hvernig þau gætu birst. Og þetta verður þá talsvert mikil vinna af því þú þarft að læra þetta allt frá grunni. En þá kemur forvitnilega atriðið hvernig Íslendingar læra föll og fallbeygingar. Af því að við erum ekkert að pæla í reglum og málfræði þegar við erum börn og unga börn að læra tungumálið. Við heyrum bara að einhver sagði eitthvað orð sem að ég þekki fyrri partin af en ekki annan enda og nú ætla ég að reyna að herma eftir þessu orði. Og svo ef maður segir vitlaust fall eða vitlausa beygingu, þá er einhver sem leiðréttir mann og segir nei, þú segir ekki svona, þú segir svona. Og þá lagar barnið sig að villunni, annað hvort óhindrað, bara gerir það strax, eða spyr af hverju? Og foreldrið svarar að það bara er svona. Og svo lærum við ekki þetta málfræði hugtak, föll, fyrr en við erum orðin cirka 10, 11, 12 ára. Ég er allavega sjálfur með ákveðnar minningar það að hafa verið að vinna í þessu í skóla þegar ég var cirka 11 til 12 ára. Og þá er þetta frekar áhugavert af því að við sem krakkar erum löngu búin að læra íslensku. Við kunnum alveg málið. Við bara skiljum ekki þetta viðfangsefni. Af hverju þurfum við að kunna þetta? Af hverju heitir þessi mynd orðsins eitthvað sérstakt? Skiptir það einhverju máli? Og þá, já, það skiptir klárlega máli. Tungumálið hefur þessa virkni og þennan eiginleika að þessi atriði birtist í því. Og þá erum við kannski að lesa einhvern texta og það getur verið verkefni þar sem að barnið, krakkinn á að komast að því og svara hvaða fall er þetta orð í? Og það getur verið eitthvað orð sem að þau hafa bara kannski aldrei séð áður og ekki séð í þessari mynd eða hreinlega bara vita ekki hvaða fall þetta er. Því kannski er þetta furðuleg birtingarmynd af þessu falli. Að það sé furðuleg ending á því eða að getur verið óreglulegt orð og fylgir því ekki formi. Og þá segir kennarinn ágætlega fyndinn hlut. Settu hest inn í setninguna. Put horse in it. Ha? Hvað þýðir það? Jú, settu orðið hestur í staðinn fyrir nafnorðið sem að þú ert að reyna að skoða fallið á. Orðið hestur er aldrei eins í öllum föllum. Það er alltaf einhver mismunur. Það er hestur hest, frá hesti til hests. Hér er hesturinn hestinn, frá hestinum til hestsins. Ekkert af þessum 8 orðum er eins. Þannig að það væri hægt að setja orðið hestur inn í stað nafnorðsins sem ræðir í þessu verkefni og komast þannig að því hvaða fallið er. Það sem er magnað við þetta og af hverju þetta er notað til að kenna íslenskum krökkum að læra á föll er því að börn eru ótrúlega flink í að tala dýr og geta því náttúrulega og án nokkurs erfiðis vitað hvernig þau eiga að segja orðið hestur í þessu samhengi innan þessarar setningar myndar. Eitt af fyrstu viðfangsefnunum sem að börn og þá mjög ung börn jafnvel sína áhuga eru dýr. Þessar lifandi skepnur sem að búa með okkur og eru stórar og lifandi og loðnar eða slímugar eða eru í vatni og hreyfast. Þetta þykir börnum mjög áhugavert. Þannig þau læra hvað öll þessi furðulegu dýr heita, nöfnin á þeim, hvað þau segja og kunna jafnvel að segja dýrahljóð áður en þau kunna að segja mörg orð sjálf og læra svo snemma að tala dýrin. Þannig að þau gætu til dæmis orðið mjög flink í því að tala hesta, að það sé mjög oft sem að orðið hestur birtist í
máli þeirra og því sem að þau vilja segja þegar þau eru að nálgast 5, 6 eða 7 ára aldurinn. Þá eru komið með mjög mikla og langa reynslu í því að tala hesta og geta gert það nánast alltaf rétt. Þannig að þegar þessi íslensku kennari segir settu hestur inn, þá er það eins og svona svindl aðferðin okkar til að búa til rétt fall og komast að því hvaða fall verður til í þessari setningarmynd. Þannig að eins og dæmið sem ég tók áðan, maðurinn settist á, hvaða fall ætti að koma hérna? Maðurinn settist á, setjum hestur inn. Maðurinn settist á hestinn. Ok, þetta býtir þolfall. Fattar barnið án þess að reyna nokkuð á sig. Og svo kemur maðurinn sat á hestinn. Nei, það er skrítið. Maðurinn sat á hestinum. Það hlýtur að vera þannig. Já, það er þannig. Ok, þannig að maðurinn sat á hestinum, maðurinn sat á, býr til þágufall. Þannig að þetta höfum við notað og æft okkur í til að læra föll sem Íslendingar. Svo verður mjög erfitt fyrir Íslendinga að reyna að kenna útlendingum á föll. Af því að útlendingar eru ekki með þetta sama svindlbragð og Íslendingar hafa, að geta notað þennan blessaða hest. Ég finn mjög mikið fyrir þessu, af því nú vinn ég líka sem íslensku kennari og ég er að rekast á það meir og meir hvað það er mikil vinna að reyna að átta sig á því hvernig föll virka ef að maður hefur engan skilning á viðfangsefninu eða þessari hugmynd jafnvel að orð breytast svona mikið, að nafnorð breytist svona mikið. Það verður því mikil vinna og ég samhryggist ykkur þá að þið eigið ekki ykkar hest til að komast að þessu. Núna hef ég þó sagt þetta að það er til þetta dæmi orð sem að er alltaf mismunandi, sem að þið gætu þá reynt að æfa ykkur á og jafnvel nota sem einhvers konar bragð til að átta ykkur á fallbeygingar myndunum ákveðina setningarmynda og séð hvort að þið náið að hafa oftar rétt fyrir ykkur en rangt fyrir ykkur. Þetta var talsvert þéttari og erfiðari þáttur en ég er vanur að gera. Ég vona það sé eitthvað sem að ykkur hafi þótt áhugavert og að það gagnist ykkur eitthvað. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.